Já, góðan daginn. Þá það sjötta og síðasta aðferðin sem ég ætla að segja ykkur frá, en það portúgalska aðferðin. Hún svolítið frábær með öðrum því að bandið sett utan hausinn eða þá í krækjum sem hægt að setja hérna framan. Ég á því miður ekki svona krækju þannig að ég set bara utan hálsinn. Bandinu síðan haldið við settur utan hérna baugfingur til að halda spennunni að hún sé góð. Haldið síðan á og þetta snýst svolítið þumalinn. En þegar við stingum svo bandinu í gegn, að þegar við erum að gera sléttalykkju þá bandið haft fyrir aftan. Það komið inn, við færum prjóninn fram fyrir, notum þumalinn til að ýta bandinu á milli. Þannig að bandið inn á milli, drögum svo í gegn. Inn fyrir framan, náum bandið og drögum í gegn. Inn, drögum í gegn. Ég veit ekki alveg hversu gott þetta geti verið með lopan, að vera að fá lopan alla leiðina hingað, en þá geti verið kannski sniðugt að vera með krækjuna sem hægt að hafa hérna fyrir framan, en þetta snýst það að hafa bandið strakt hérna fram fyrir. Svo við þurfum, þetta eru litlar hreyfingar sem að hægt að ná góðum hraða á. Þá bandið rennur upp hérna megin og niður hinum megin. Höldum því í baugfingurinn. Förum svo inn í bandið hérna, förum undir og inn. Færum prjóninn fram fyrir. Notum þumalinn til að færa bandið inn á milli. Og drögum í gegn. Inn, fram fyrir, bandið yfir milli. Og drögum í gegn. Inn, fram fyrir, bandið á milli og drögum í gegn. Þegar við gerum brugðið, þá fer bandið hérna fyrir framan og þá förum við aftanlykkjuna yfir með bandið og drögum í gegn. Aftanlykkjuna yfir með bandið og drögum í gegn. Og drögum í gegn. Þá ég búin að segja ykkur frá þessum 6 aðferðum og mér þætti gaman að vita hvað ykkur finnst skemmtilegasta og öðruvísasta aðferðin og mig endilega setja komment fyrir neðan en á morgun stór dagurinn og það verður eitthvað skemmtilegt þannig að að gera að fylgjast með. Ég ætla ekki að segja neitt meira þannig að við sjáumst á morgun.